Gleðilegan föstudag og velkomin á Flæðiskeri þar sem við hendum hlutunum í sjóun og sjáum hvort þeir sökkvi eða syndi. Ég veit nú ekki hvað ég á að segja síðustu viku, við tökum oft vitfirringu vikunar hérna í þessum þætti en vikan eiginlega bara búin að vera ein vitfirring samfleitt, þannig að við reynum bara að taka svona skemmtilegustu vitfirringuna í þessari viku. Við munum líka fá til okkar hérna Jóhannu Jakobsdóttir sem kvikmyndagerða kona og vinkona mín, af því að ég jafn spiltur og allir aðrir íslendingar en ég fæ bara vini mína innan þátt, já, vitfirring vikunar. Það sem að mér fannst kannski svona helst áhugavert var það að nú búin að vera gríðarleg spilling hérna og rugl í gangi og kom í ljós bara ennþá verið hlutir heldur það sem við vissum nú þegar meðan við allt kjaftaðið. Og hvað gerir fólk á Facebook? Það fer að hneykslast yfir litlum krakka sem skrifaði fokkaðu þér á skilti og gaf puttan, því það okkar stærsta þjóðfélagsvandamála, einhver krakki gefi fokkputta. Hvert þetta land eiginlega að fara? Það var einhver einir foreldra sem að bara óla ekki krakkan sinn upp betur en það að hann bara skrifi dónaskap á skilti. Já. Hvað eigum við að gera? Hvað skjaldborgin? Já. Það spurning. Getur skjaldborgin ekki flengt en hann krakka? Hvað þú tekur að þér? Nei, mér langar ekki að flengja neina krakkan í mér mestarlagi mína eigin ef það eru alveg ógeðslega óþægar. En hérna, ég er ekki þroskar en það, ég fekk hláturskast yfir sem krakka. Svo náttúrulega fór ég í ganga því ég virkur í athugasemdum og ég var kjaft við alla sem voru nextast yfir og bara hafið ekkert betra að gera þarna aumingjarnir ykkar. Þetta náttúrulega, það einhvern veginn, fólk missar alltaf fókusin af aðalatriðunum. Já, nákvæmlega. Og yfir einhver smáatriði, sko. Ég veit að, en þetta svo típist svona smáborgara kjaftaði að alltaf þegar einhver risa hneykslismál og fólk hefur enga málmannlega vörn, þá það bara einhver sagði fáviti eða fokkaðu þér, þú veist. Þetta lið sem er að tala gegn okkur, þetta svo ómálmannlegt og nota dónalega orð og bara þetta lið, er þetta bara einhver skrýll, hugsið fjölskyldumannana, hugsið þú veist. Það eitt skilti sem var mjög frægt í búsvaldabildingunni. Já, ég mann því. Já, þeir sem að vilja vera svona aðeins tóna sig niður í orðbræðinu, þeir geta verið með skiltistundur á HFF. Nákvæmlega. Já. Mér legg það til. Og ef þeir eru með ljót sko, hafa bara skrifið svona stjörnur á skiltin í staðan fyrir ljótorðin. Já, en hérna Jesus, vissur það að ég veit nú ég neitt hvort þetta alveg rétt en fuck F-U-C-K sko. Já. Þetta var víst skammstöfunni mitt á dónaskap uppalega, sem var síðan bara aðeins sín megin dónaskap. Já, reyndar. Þetta hét víst sko, þetta stóð á hóruhúsum skilst mér á miðaldum, fornication under consent of king, þannig að þetta var sem sagt konunglega leyft hóruhús og svo hérna fór þetta bara að vera sitt eigið orð. Já. En hérna það oft reynt að gera orð kurteis og þau verða aftur dónulega, eins og til dæmis að gamla daga var sagt fáviti og svo máttur ekki segja fáviti af því að það fjandi dónulegt. Það var sagt þroskaheftur og í dag það dónulegt, þú veist, ertu þroskaheftur þarna, það var sagt, þú veist, eftir á þú veist, misþroska eða eitthvað svoleiðis og svo verður það bara dónaorði, þannig að við getum kannski farið í sko forvarna aðgerðir, þannig að börnin séu nú ekki á glapstigum í þessum mótmælum og við getum kannski komið ráð fyrir fólk sko, að láta svona heyrnarhlífar af börnin, bæði verndaði gegn trommuslættinum og ljótorðunum. Ég verður frekar til að vernda börn frá því að hérna, framtíðir þessi stólið af þeim með því að fela peningi skattaskjólum og engavæða ríkisegnir til engavinna sem fara með þetta og að rústa orðspori Íslands, þannig að þú veist bara ætlar að reyna að flytja út, bjarga sér úr þessu hömurlega landi að það bara, hvað veist þú? Íslandi, nei herðu, við erum með hann fína nýgurjumann sem sóttum hérna, við ætlum frekar að ráða hann. Já, en svo getur náttúrulega fengið kára, ég bara að breyta genunum þannig að fólk þoli alveg spillinguna. Það ekki? Ég veit það. Ég lærði aðeins svo mikla líföfnafræði, hérna ég vist með gráðu í því þó ég hafa aldrei notað til þess að trúa að það sé hægt á svona stuttum. Ef einhver getur það var að kári, hann þykist geta allt. En hvað líka anskotansmáli með að nota eins og þetta er rosalega amerískt að nota svona fokkaðu þér
sem blótsýrið og svona Já. Amerísk blótsýrið er öll eitthvað svona kynferðslegt sko. Já. Suck a dick, go fuck yourself eitthvað svona En svo koma Íslendingar að búa til sko blótsýrið kálhaus Já, en hvað slæmt við að fokka sér? Það er ekki eins og við gerum þetta ekki öll og höfum yfirleitt bara tiltölulega gaman af því þess vegna gerum við það þú veist, ég segi eitthvað fokkaður eitthvað, bara, já, ég skal alveg gera það, bara ekki á almanna færi af því það er bannað en hérna, skil ég hvað svona slemt við þetta Já, þetta er svona, já Þetta er kannski bara eitthvað sem við þyrftum að taka inn í grunnskólana, að læra Já, ég man að ég sagði þetta eins og mömmu mín og hún er kennari, ég ætlaði að vera rosalega cool sko, segja svona, fyrir framan vini mína þegar hún bannaði mér eitthvað á vini mínu heimsókn ég ætlaði að sína hvað ég verið cool, ég drífi kjaft með mína og sagði sko, en samt af því ég er svo mikill nörd þá sagði þetta á íslensku, ég sagði eitthvað bara fróa þú þig bara og hún svona, þú ert nú bara að tala hluti sem eru eðlilegir og fólk gerir bara og bara ef þú ert að nota þetta sem eitthvað skammir því að þá ert þú bara því miður ekki mjög vel upp lýstur eitthvað minn og það er nú bara stóð læri bara hvað þetta þýðir úr því þú ert að nota þetta sem eitthvað blótsýri og svo gaf mér svona kynfræðslubók sem hétt Þú og ég var 10 ára sko og ég las alla þessa bók vissi allt sko þú veist munnmök og getnaðarvarnir og alla kynsjúkdómana þekkti ég og eitthvað svona vissi þetta bara allt og svo verið ég svona að reyna að útskýra fyrir vinum að það væri í rauninni astnært að segja fokkaðu þér af því það væri bara svona sko svona, þegar maður verður stór sko þú veist við náttúrulega hötum stelpur núna og finnst þér en þegar maður verður stór þá vil maður hafa kynlíf af því það er rosalega gott þegar maður er fullorðinn sko og ef maður getur ekki fengið konun til að hafa kynlíf með sér þá getur maður í staðinn sko fróað sér og það er svona eins og staðgengil þú veist það er svona ekki alveg svona skemmtilegt en svona og þetta er bara eitthvað sem allir gera og þeir bara, hvað er öðru en að fá þér? Fokkaðu þér bara það er bara eitthvað eðlilegt ég fokka mér ekkert núna af því ég er 10 ára skilur ég geri það bara þegar ég verð orðin svona unglingur skilur svona var allt mitt líf einhvern veginn svona vera svona nördi veist, þetta var erfitt líf Nú skil ég ýmislegt þig Já, mitt líf var aldrei eðlilegt Nei, greinlega en hérna Ertu skemmtur eftir þess æsku? Ég held að fólk verði bara dæmi það ég náði samt að eignast fjölskyldubörn Maður sem vinnur við það að vera í gapastokar sviði gæti nú alla að tala annað en skemmtur Já, hann er að tala hérna síðasta uppstandi mitt og bara 11 var við settur í gapastokk en það hendi engin grænmynd í mig En þú veist, okkur fenguð ekki Bjarni að Sigmund sko Í gapastokkin? Setja þig í gapastokk Ég sagði, pass ekki Sigmundur myndi ekki passa í gapastokk og nakka svírin á hann en hérna já eigum við ekki bara að sleppa að tala með þessar stjórnmálamenn koma okkur bara í vond skap Já þú veist en við bara óskuðum þeim bara velfarnaðar ekki getum við sagt þeim að fokka sér því það er bara eitthvað sem að það er eitthvað sem allir hinn að gera sko. Já, nákvæmlega og það er ekkert slæmt En svona, já, við skulum bara óska þeim bara til hamingju með nýju ríkisstjórnina Já, sem er alveg eins og gamla Veistu hvað það myndi mig á? Hvað? Þessi tilfærsla á ráðherrum og setja einhvern annan í embætti og svona flokki og svona það myndi mig á atriði sem Ómar Ragnarsson sagði frá þegar hann fór til Gísla Uppsölum Já. Og Gísli búið hann upp á kaffi Já. Og hann tók alveg grút skítuðan bolla Já. Og mjög skítuða tusku og skóf úr bollanum og lítið það Það minnir mig svolítið á það Já. Það er ekki breyting Já, ég var nú að dæma hérna á finnasti nemandi háskólans eða hvað sem svo keppni hét og það var eitt sem kom með svona brandar að hefði þurft að lóa hundin manns að því hann beit og gelti og pissaði út allt eitthvað og svona og svo hefði mamma hans farið og lóað hundinum og kom með alveg eins hund tilbaka sömu tegund sem að gelti líka beit og pissaði út allt og bara, já, af hverju varstu þá að gera þetta? Komin ég hundin og svo sagði hann og þetta er nákvæmlega það sem við vorum að upplifa í stjórnmálunum í dag Ég reynda skil ekki bara svo við förum í smá aðra umræði og skemmtilegri ég skil ekki fólk sem fær sér hund af hverju að fá sér eitthvað dýr sem kúkar á gólfi hjá þér Þeir gera það nú ekki allir Er þetta eitthvað svona áhugamál? En hérna hundar geta verið alveg fjandi óþolandi dýr margir hundar eru ágætir og hundaeigendurnir eru oftast verri sko Þetta er svona samið sem með krakka ef krakkin er óþolandi þá er foreldri líklega fíbl ef hundur er óþolandi þá er eigandinn líklega fíbl Já, það er líklega þannig Það er allir bara mínu hverju núna og barn sem var bitið á hundi Já, nákvæmlega og
mér finnst í rauninni að það ætti kannski bara að vera lög að þegar að hundur Ítur, þá máttu býta á móti það gengur nú ekki endilega rosalega vel eftir rótvælir eða eitthvað en að eigandinn bara byrja ábyrgð á því bara eins og hann hefði sjálfur byttið mannin, þá myndu kannski sjá eitthvað breytast í þessu í þessu rugli en annað líka með stjórnmálmenn að þeir eru alltaf fáránlega falskir, ég get aldrei svara hennu beint kom alltaf bara með eitthvað svona langar langlóku ræður eitthvað rugl til þess að komast hjá því að finnst þér að hann ætti að víkja nú verðum við náttúrulega bara að líta á stöðuna og þá möguleika sem, þú veist, það kemur aldrei neitt alvöru svar. Svo er ég búin að afvegleiða þann sem spurði og hann man ekki lengur hvað hann spurði. Já. Og í sambandi við það að þá erum við einmitt komin með Jóhannu Jakobsdóttir sem að gerði heimildamynd sem að heitir Fellum grímuna. Já. Sem væri kannski eitthvað svona gott fyrir þessa stjórnmálamenn að geta loksins gert. Já, það er kannski komið tími til. Já. En við bjóðum hana velkomna. Já, en hvað fjallar myndin Jóna? Já, takk fyrir. Þetta er þetta er heimildamynd, stuttmynd sem að byggist á viðtölum við þekkta Íslendinga þar sem þeir tala einmitt alls konar bresti sína sem að, kannski eftir stjórnmálamenn að gera meira af. Þeir verðast allavega ekki vera mikið að tjá sig þá. Þeir eru kannski bara blindir fyrir þeim. Já, einmitt. Það er náttúrulega fyrst af skrefi skilur í öllu, náttúrulega viðurkenna vandan. Já. Og þannig að svona öllu gamni sleftu að þá er sem sagt, ég ekkert eini í þessu, vinkona mín Sigurbjörg Bergsdóttir, við sem sagt ákveðum að gera þessa mynd. Og hugmyndin spratt einhvern veginn út frá því að það eru einhvern veginn allir þú veist að glíma við eitthvað og þá er frægt fólk og sennilega stjórnmálamenn ekkert undanskildir og það væri sniðugt fannst okkur að fyrir úlinga kannski sérstaklega en í raun og veru líka bara alla að sjá sko fólk sem hefur náð langt í lífinu, sjá hvað það hefur verið að glíma við og er samt í raun og veru annarkvort að díla við það eða hefur komist yfir eitthvað og þú veist, Páll Óskar skiluru með fullkomna áráttu gríðarlega mikla og hann er nú eins og hann er algjör stjarna og hefur náttúrulega náð gríðarlega langt. Þannig að það var svona hugmyndin og svo settum við sketsa inn í þetta svona til að gera þetta skemmtilegra, þú veist svona brjóta upp viðtölin og þeir voru skrifaðir af Arnóri Pálma sem er núna með Líglað og þannig að þetta var mjög skemmtilegt og við ætlum vonandi að halda áfram að sýna myndina svona hér og þar, við erum búin að sýna hann í skólum víða en ekki alls þar og svona meiningin að halda áfram með það kannar rúm þar. Já, það er líka kannski ágætis tilbreyting að sjá svona frá frægu fólki sem hefur náð langt að það er heila enginn sem hefur náð langt í lífinu eða orðið frægur án þess að gangi gegnum eitthvað erfitt. Já. Það er eiginlega enginn sem gerir það bara einhvern veginn labbandi á regnbogum. að það er svo oft sem að það er sýnt frá einhver svona fólki það sem að kemur bara með eitthvað svona peppræðu kjaftaði hvað heldur að hafi leitt þess að þú náðu langt ég hafi trú á sjálfum mér og gafst ekki upp á draumum mínum og svo kúkaði ég regnbogum þú veist, eitthvað svona kjafta þannig að sjá, þú veist með suma sem hafa náðu langt að þeir eru kannski með einhver eins og segir fullkomnur áráttu eða ofsa kvíða en það er kannski hlut af ástæðan fyrir þeir ná langt. Já, og náttúrulega hlut af örglega velgengnin er þá að yfirstíga vandamálin og einhvern veginn að þá nýtaðu sér til framdráttar af því að margt af þessu sem fólk er að glíma við er að hefur líka þú veist það eru tvær hliðar á teningnum og hinn hliðin getur oft verið mjög góð. Já. Ég man að ég las einu sinni, ég byrjaði að lesa einhverja sjálfshjálparbók einhvern tímann bara fyrir tilviljun og hún byrjaði eiginlega á að tala hvað flesta sjálfshjálparbækur væri mikið kjaftaði og ég held að þessi sjálfshjálparbók hafi eiginlega verið að byrja á að segja þú þyrftir eiginlega að vera með plan B, þú þyrftir eiginlega að sjá fyrir að þeir geti mistekist sem er alveg rétt sko, að það er svo mikið af sem segir bara sjáðu fyrir þér að þetta gangi upp. Já, það er secret. Já, eitthvað svona. Já. Þú veist, að ég man ég horfði einu sinni á til dæmis MMA, þannig að Ultimate Fighting Championship og það var einn gaur kynntur sko sem hann er þegar búin að sjá sig fyrir sér vinna bardagan gegnum að fara í dáleiðslu til dáleiðara og svo kom bara feitur kall og settist ofan á hann og hann gat ekki staðið upp, þú veist
sama hvað hann sá það mikið fyrir sér, það bara fyrirgefðu en bara þín sín úr daglistunni bara getur ekki brotið eðlisfræðilegum og nú situr feitur kall lonaðir og svo tapaði hann að vinna og svo tapaði hann bara og þetta er mjög niðurlægandi að þetta oft að þessi bók var kannski að segja hafðu andskotans plan B, sjáðu fyrir hvað gerist ef að þetta klikkar og svo ef að þetta klikkar og svo ef að þetta klikkar, já og svo ef þú ert bara barinn í klessu, farið þá bara, þú veist, hvað er þá plan C, bara sækjum vinnu í, þú veist, búð eða eitthvað. Já, sko, þeir eru nú að tala við hérna sjálfshjálpar bóka drottninguna, sko, ég er á, sko, þú veist, heilu stæðirnar af þessu, búin að lesa mjög margar og það sem kannski vantar oft sko, eins og í Secret og þessa bækur sko, að þá er nú rámarilega bara að sitja heima á sér og eiginlega bara svona sjá þetta allt gerast og maður þarf eiginlega ekki að, ég held svona líkilatriðan og þú þarft að, þú veist, gera eitthvað. Já, þá myndi ég nú frekar líka bara spila tölvuleik, það sem er allavega tölvukall að gera þessa hluti, sko, frekar hann að bara reyna að ímynda mér þá. Já, og einhvern veginn að hlutin er bara dett upp í hendurnar að sko, á þess að þú í raun og leggið nokkuð skapaðan hlut fram, sko, ég held að það sé nú hægt að segja að það allt fólki sem kom fram í myndinni vinni að það hefur lagt gríðarlega vinnu í það sem það er að gera. Mér að Secret er náttúrulega bara kjaftaði. Hún er augljós kjaftaði. Að málið með allt svona, og trúir því náða mikið það gerist það. Þetta er svo augljós kjaftaði og hérna þegar fólk segir þetta við mig, hérna þá segir ég bara augljósa svari við þessu er það, ef þetta verið satt, þá hefði allt fólk meðan að mannkynni var að þróast fattað að trúa þessu bara og það myndi að gerast þá væri við öll bara, þú veist, já, trúum og þá gerist þetta þá hefði við bara náttúruvalið valið út fólk sem tríðu úslega mikið og við værum öll ógeðslega árangursrík og frábær alltaf og ef það verið satt að þú tríður einhverjum nóg mikið þá gerist það veist, ég man eftir einhverjum í menntaskóla einhverju svona, ég var náttúrulega í MH með fullt af hasarreikingafólki og eitthvað að ef maður tríði því nóg kannski maður geti flogið, þá myndi maður geta flogið. En málið er að ef ég tek dæmi úr raunverulega lífinu, ef þú ert að labba svona út á götu og það er kannski gangstéttið eitthvað, svo vantar eina gangstéttarhelluna eða sagt, eitthvað svoleiðis, eða eitt þrep í stiga og þú ert að ganga og þú trúir alveg fullkomlega að þú munir stíga sagt, á gangstéttarhellu eða þú munir stíga á þrep í stiganum. En ef það er ekki, þá detturu. Þó þú hafið trúaði fullkomlega. Þannig að þarna er af sönnunin komin og hafið það. Algjör, sko. Já, þeir sem eigið Secretið með skein ykkur á henni. Sko, ég reyndi að vera viðkynna að Secret virkar alveg upp að vissu marki, sko. En þú ert náttúrulega kannski ekki að fara að verða popstjarna að sitja og lesa Secret og reyna að laga til þín. En ég hef alveg tekið svona moment þar sem ég bara, ok, nú ætla ég bara að koma mér hérna inn í flæðið og nú bara ætla ég að, þú veist, fara að fá einhvern pening hérna á þess að gera neitt og það er allt og mikið það er alltaf mikið að gerast bara hjá mér. Það er allt og mikið af fólki til sem heldur að fá pening fyrir að gera ekki neitt. Já. Það er rosalega skrítið. Sjáu þið bara allir svona píramídasyndin og keðjubref. Ég reyndi einu svona að selja hörpalag. Já, einmitt, nákvæmlega. Hefur þið séð myndina About Schmidt? Já, er ekki Jack Nicholson? Jú, já. Það sem tengdasonur hans er með business hugmynd og aldrei sagt hvað hann er en hún er augljóslega píramídaskema og hann verður svo svektur og niður drepinn og sári hefur að stelpa hans enga barnaðin sem með þessum bjána. Já. Þetta er æðislegt. En sko, ef við bara ræðum við svona píramídasill þá er, og svona keðjubref Já, svarar ekki alltaf keðjubrjónum, þú veist, og sendir á 10 manns og ferð til öryggis og gerist ekki eitthvað hræðilegt. Ég nefnilega var klókur þegar ég var lítill að prófa ég svona tyggja keðjubref og það náttúrulega fór allt slitna allar keðan leið. Já, á endanum er ekki til milljarður af tyggjum í öllum heiminum fyrir alla þegar þetta er komið nokkur þreip í píramídanum. Ég lærði á því og hef ekki tyggið þátt í slíku síðan. Þannig að þeir sem er börn einmitt látiði prófa það. Þá sjáðu að þetta er ekki eitthvað sem virkar. Það er ákveðið lögmál í eðlisfræði sem að heitir fyrsta lögmál varmafræðinar sem að segir það að þú getur ekki búið til eitthvað úr bókstaflega engu. Þess vegna virka píramídasvindl ekki. Það er okkur mál. Þú er bara í því að afsanna kenningar og... Já, ég er komin, ég sagði ykkur að þegar ég byrjaði með það þátt að ég ætlaði að vera grínist og svona en ég gæti dottið í svona það sem ég kalla spörg out. Það sem ég tek svona Asperger gaurinn í mér tekur kast og verður reiður og ég er komin í vondskap yfir stjórnmálum og ég er bara komin í spörg out. Það hálftíma eftir þættum, hann hefur hálftíma til að reyna að afsanna þróunarkenninguna
Býtu, akkur ætti ég að reyna að afsuna þróunarkenninguna? Já, heyrðu, þú ert að tröllast í mig núna. Það er áskorun, sko. Það er áskorun. Akkur ætti ég að reyna að afsana eitthvað sem er satt. Hins vegar að þú færið einhvern sem að segir að þróunarkenningi sé bara kenningin og þá skal ég fyrst fara í kast. Já, það skal ég brjálast. Það síðan meina. Við erum ekki að fá einhvern sem að trúir ekki þróunarkenningunni. Já, það lítur að þetta finna svolítið fólk. Já, það er örugglega til fólk fullt af því. Það er líka til fólk sem trúir að menn séu eðlur. Já. Eru einir. Það er meira þess að til alveg eitthvað fólk ennþá sem trúir jörðin sé flöt og er virkilega að halda þið fram. Já. Og ég las eitthvað svona grein þetta og þau eru búin að teikna jörðina og þá er hún svona, hún er hringur, hún er ekki kassi samt. Já. Hún er hringur og yst á hringnum er svona ísveggur af því að það á að vera suðurheimskauti. Þeir settu norðurpólinn sko í miðjuna. Já. Og það á að vera bara svona ísveggur og það er vist suðurskauti og þetta er svona eins og Game of Thrones, bara svona the wall, veggur, nema það bara ekkert bakvaðan, ekki einu sinni skrýmsli og eitthvað svona dót. Wow. Svona lágmarki þegar þú ert að koma með svona bull hugmynd og hafa verið hana skemmtilega, að hafa verið einhverja loðfíla og risa hana hinum einu ísveggin. Það er náttúrulega eitt í þessu, ég get skilið þetta fólk á þessu leiti. Akkur ættir að trú einhverju sem þú hefur ekki séð. Því að þegar þú horfir á þennan nött, þá sér ekki báða hliðar á honum. Ég hef nöttin í hendinni. Já, en ég hef svona aðeins meira en gullfiskaminni, þannig ég get munað hvað var á honum hinum megin þegar ég snýr honum síðast. Já, akkurat, sko. Það er sér að segja, þetta fólk þá horfir bara nöttin, já, hann er bara svona og ég sé ekki hérna, þá lítur hann að vera bara svona. En það eru sumir sem trúa því, svo að við séum alveg ógeðslega leiðir við Jóhannu og að hún er koma að tala myndina sína og við tölum bara eitthvað Asperger. Þetta allt í góðu, sko. Já, það eina sem ég vil er að fólk læki síðun á Facebook, Ekta Ísland, og það var ég sátt, sko. Já, en þarna það er til svona heimspeki, svona ákveðin trú sem heitir solipsismi, sem er í rauninni bara hugmyndun að þú sért í rauninni það eina sem er til í heiminum og þín meðutund. Og þá, ef að þú trúir því, það eiginlega gengur ekki að vera með söfnuð af þessu fólki, af því að það trúir náttúrulega ekki að hinir séu til í alvörunni nema bara sem þeirra einu hugsun, þannig getur ekki neitt saminast með aðra þessa trú, sko, en þá er það til dæmis þannig að ef þú myndir labba bara hérna út og ég séð ekki lengur, þá værir þú bara ekki til lengur. Já. Fyrir en að ég sé þig aftur, sko, að þá er hugsun mín þig virk, sko, og þá ert aftur til. Já. Það er sem trúa þessu. Það er merkilegt. Já. Þetta er alveg nýtt sem ég hef ekki heyrt áður. Þetta er svona alveg hápunktur sjálfhverfunar, að halda bara þú sért til og allt sé bara þínar hugsanir. Já. En þetta er samt gáfulegra heldur en að trúa á Guð. Já, það er að þessi núna. Já, ég er bara komin í svona kast. Reyniði bara að stoppa mig. Ef við fyrir að tala trúmál, þá stoppum við ekki neitt, sko. Nei, það er ekkert sem stoppa mig. Nei, það er ekki hægt. En hérna Margir bara reyna það. Já, ég held að ég þurfa örugglega að fara í þetta fellum grímun og játa eitthvað. Já, er það ekki? Upp á mig, já. Jú, ég held það. Ég held þú ættir að verður framhald, þá verður þú með. En þessi kvikmynd, heimildamynd, kvikmynd, er þetta ekki bara ágætið svona, það ætti að sýna þetta í grunnskólum eða ekki? Jú, það er búið að gera það dálítið, og verður vonandi gert aftur fljótlega og þetta er akkurat þannig að þetta höfðar mjög vel til bæði í raun og veru, bara alveg frá 8 ára og bara til 99 myndi ég halda, sko. Þetta er svona sjálfsmyndar styrkjandi. Já, algjörlega og svona færi fólk kannski til að svona, hugsa, ég er nú kannski ekki alveg svona slæmur eða slæm eins og ég held. Og svona upplíkandi, þetta er mjög feel good movie, sko. Já. Án þess þó að vera eitthvað svona ofurvæmin, sko. Er það ekki líka í rauninni þannig að þegar þú áttu einhver vandamál að glíma, þá er alltaf einhvern veginn einhver sem á verilega vandamál að glíma þú, einhver starf í heiminum? Jú, en það reyndar kannski hjálpar ekkit fólki alltaf að hugsa svona, sko, en það kannski hjálpar því að sjá þá átrúnaðargoðin, þú veist, segja frá einhverju sem kannski svipa af því að fólk sem að glími kannski við kvíða og þunglindi, það kannski heldur dálítið mikið að sé svolítið eitt í heiminum með þessar tilfinningar og hugsanir. Já, það er okkar að mála, sko. En er þetta í rauninni hvað rættur marga fræga einstaklinga og hafa allir einhverjir svona bresti að þessu frægu? Já, þetta var kringu 20 manns. Já. Og það var líka eitt prófessor sem var með svona innlegg, Árelia, sem er prófessor við Háskóla Íslands, dósent. Hún var með svona innlegg alltaf inn á milli þar sem hún talar bara sjálfsmynd og svolítið hvernig við Íslendingar erum, þú veist, það þurfa allir einhvern veginn að vera alltaf steiftir í sama mót. Þú veist, það er svona hjarðhegðunin í okkur, sko, núna til dæmis eru allir á skíðum, finnst mér allavega, af því ég kann ekki á skíði. Man, þetta þegar ég var unglingur, sko, þá
mætti ykkur 2 í fjólubláa buxum, daginn eftir var allir konur í fjólubláa buxur, þetta svona einhvern veginn. En þá ertu kannski unglingur, þar sem allir einhvern veginn svona að... Já, þetta fylgir okkur síðan út í lífið, sko. Já. Sjáum bara eins og fyrir 2008, þá ættu allir að græða. Allir sama hver. Ísland náttúrulega svolítið svona landa sem að koma rosalega mikil æði, breiðast hratt út og enda oft hratt líka. Já, og boðskapurinn líka kannski hennar þegar hún var að tala þetta var einmitt að sko það allt í lagi, maður þarf ekki að vera nákvæmlega eins og þú veist allir sem eru núna að hlaupandi upp fjöll og fyrnindi sko, það þurfi ekki allir að gera það, findu hvað lætur þér líða vel, hvað þú ert ánægð með, þú þarft ekki að eldast við eitthvað æði í nágrannunum sko. Svo náttúrulega fólk segir oft að það sé búið að lætur eins og það sé búið að finna formúluna fyrir hvernig að vera hamingjusamt af því það virkaði fyrir það en það virkar bara ekki sömu hlutinir fyrir alla. Það eru sumir sem að segja sko það svo hégómlegt að vilja ná einhverju svona endilega rosa árangur, verður bara ánægð með sjálfan eins og ert og lala og ég fann bara kona mín og börnin mín og ég bara glaður og eitthvað svona en sumir hafa kannski bara alveg brennandi metnað fyrir einhverju og þýðir ekkert að segja en bara finna sér konu eignast börn eða þú veist sumir hafa ekki brjálaðan metnað fyrir einhverju og vilja bara þú veist lifa svolítið í fríði og sem er að segja metnaðlaust, þú veist, bara fólk finnur ánægina. Já, og fólk á líka að finna, hún talaði líka um það, fólk á að finna líka bara, þú veist, ef maður ekki ánægður, ef maður líður ekki vel, þá líka minn tæki til að finna það, sko, þú finnur það ef það eitthvað sem ekki að klikka, þá átt að hlusta líka bara á líkamann. Það stífnar upp og alls konar sko merki sem að fólk getur ráðið í, sko. Mér langar rosalega að vita að því þú ræddu svona marga einstaklinga, hvað svona skrítnasta sem að fólk hafi lent í? Skrítnasta, það var nú svo sem ekkert verið að tala um eitthvað svona mjög afbrigðlega reynslu sko. Nei. En þetta var, í raun og verum að segja að þetta hafi nú skipst svona í nokkra flokka, það var kvíði, það var náttúrulega svona árátt og þráhyggjahegðun. Já. Það var nú kannski það skrítnasta, kannski svona almennt síðan myndum að segja að það var kannski svona það skrítnasta. Og hvernig áráttur þá? Bara, þú veist, þá erum við að tala um svona OCD, skilur og það var Steindi til dæmis sem var með mjög skemmtilegt innlegg sem að hann sem sagt viðurkenndi það að hann væri með OCD og hann þyrfti alltaf að sko tekka á hurðarhúnum hjá sér nokkur sinnum og hann að fara að sofa og elda vel að tökkunum, þú veist, hann væri allar hættur að væri að kvikna í hjá sér sko þó hann hefði ekkert verið að elda. Já. Og svo náttúrulega Gísli Rúnar hann náttúrulega hann kom með mjög gott innlegg því að hann lýsti hérna fyrir okkur hvernig hann festist við hurðarhúna bara sem barn þá sko út af OCD þá sem sagt tók hann í handfaki og á einhverjum ástæðum þá mátt hann ekki sleppa sko og þurfti að ganga á sérstakann hátti við þröskuld á svona, þetta er náttúrulega bara þú veist OCD getur lýst sér svona en þegar hann var alveg upp þá var þetta náttúrulega ekki kannski, þú veist, þetta var ekki komið greining hérna, þannig að þetta var svona meira bara litið á henni sem væri bara mjög skrítinn, sko. Já. Þetta það var margir svona skrítnar raskanir, mjög skemmtilega oft, en þetta getur verið íþyngjandi. Við sjáum bara eins og ég þáttur Monk, sko. Ég veit ekki eins og hvað það er. Það var lögfræðingur sem var með svona áráttu, hann vildi aldrei snerta neitt sem annað fólk hefði snert. Maður slettir þessu? Nei, en ég man eftir... Það er alltaf að pússa hurðahúnan á að snertið á og svona. Var ekki Alli McBeal, það var eitt svoleiðis þar. Já, getur verið líka. Já. En það var önnur mynd með Jack Nicholson sem hétt As Good As It Gets og hann var með svona OCD. Já, hann var með alveg OCD. Þurfti alltaf að snúa lyklum þrisvar, það var svona ritual fyrir allt sem hann gerði. Og vildi aldrei koma með neitt að þau getur verið sýklar, þannig að hann fekk alltaf plastnífa bör á veitingastöðum og eitthvað svona. Já, akkurat. Það má líka bara sjá húmorinn í þessu. Já, ég meina það er til alls konar húmor í þessu. Fæst fólk held ég sem að næri langt í eina en einu er mjög venjulegt og það sem er svolítið svona brandarinn í þessu er að yfirleitt ef þú ert í rosalega góð jafnvægi sem manneskja og hefur haft góða æsku og gott líf þá ertu kannski ekki svo líklegur til að ná brjáluðum árangra því ef þú hefur alltaf úr sáttur og svona af hverju ættur að leggja eitthvað sturlun á þig skilur til að ná árangri af hverju eins og til dæmis sem við bara tökum í íþróttamenn eitthvað eins og Michael Jordan eða eitthvað svona eða Muhammad Ali bara eyða mest megnin af lífi sínu bara í að þjálfa sig endalaust stöðugt þetta er ekki eitthvað sem að venjulegur maður sem að hefur það gott þú veist, hann elst upp í góðri fjölskyldu hann er vinsæll, hann þú veist, hittir snemma þú veist, eitthvað maka eða eitthvað þú veist, er góður með hinu kyninu og allt þetta af hverju ættir að nenna að gera þetta þú vilt fyrir að gera þetta ef þú ert fátækur eða við hinu krakkarnir nenni ekki að tala við þig skilur, og þú fær bara útrás í íþróttum eða eitthvað eða ef þú kannski
verður vísindamaður eða eitthvað, þá þarftu líka að hafa þetta þennan drifkraft til þess að endalaust vera að stúdera og gera tilraunir og kynna þér efni og eitthvað. Þú ert kannski óleiklegri til þess að nenna því ef að öllum líkar vel við þig og allir vilja leika við þig þegar þú ert krakki og allar stelpunum vilja fara út með þér þegar þú ert unglingur og svo framvegis. Kallar bara náttúrulega, eða ef þú ert kona sem verður vísindamaður, það getur líka verið vísindamenn. Ég tók þess ekki þannig. Nei, ég held það og líka ákveðin styrlun og geggjun sem svo skemmtileg sko og fólk með, þú veist, svo lengi sem maður ekki að skaða annað fólk þá held ég að það sé bara fögnum fjölbreytileikanum. Já, ég held líka ofta að það að vera svolítið kannski svona reiður og bitur getur verið rosalega hvatning ef það ekki of mikið að þú veist, maður heyrir rosalega oft frá þessum íþróttamönnum sem sló gegn eða einhverju vakstrætta tröllu með einhverjum íþróttamönnum að hinir krakkarnir ekki að leika við þau eða eitthvað. Þá voru þið bara alltaf að þjálfa sig eða alltaf að gera eitthvað, þú veist, að sýna hinum að það getur orðið eitthvað. Svona, ef þú hefur það of gott, það er svona of mikill rjóma kísi sko, frekar en villiköttur, þá kannski verður ekkert. Nei, en síðan má náttúrulega spyrja sig, ég meina, er ekki bara ágætt að vera þá bara sáttur rjómakísi, sko? Jú, það er nefnilega bara mjög gott. Ég hef aldrei, ég veit ekki, ég hef aldrei verið eðlilegur, ég veit ekki hvernig það er. En ég held ég að aldrei bara heyrt þetta rjómakísi, mér finnst þetta aðeins. En þú veist munin, skilur, rjómakísi er svona. Já, mér finnst þetta bara grútlegt. Þú veist, þeir vilja kannski láta klappa sér, en þeir nenni ekki að hleypa í burt þegar þú gera það, skilur, og svona, þannig að villikettir, þú veist. Já, Þið erum að hlusta á Út af sögu og þáttinn Flæðiskeiðið, það er Jóhann Kristjánsson, Jóhanna Jakobsdóttir og Rjómakísin Rökkvi Kristinsson. Við ætlum að koma hérna til smástund, við ætlum að fara í auglýsingar. Já, þetta er spilað með sérstakri kveðju til ríkisstjórnarinnar. Já, þetta er Michael Jackson, Billie Jean is not my lover, hann er hérna að þræta fyrir, hann hafi ekki verið með einhverju konu, hann eigi eitthvað barn og svona, þetta er svona sami hljómur svolítið í sem svo stjórnmálamenn, ég á ekki neitt, ég ger ekki neitt, þetta er bara konan mín, hún tengist mér ekki neitt, ég veit ekkert, ég vissi ekkert hvað bankin mín gerði, þeir gerði allt, ég veit ekki neitt, ég skil ekki neitt. Ekki láta mig bara ábyrgð á neinu, ég er bara stjórnmálamaður sem á að stýra sér landi. Ég vera svona hörð við mig. En mér datti mitt í huga því við vorum að tala um að gera svona fellum grímuna mynd fyrir stjórnmálamenn. Ég held þetta myndi ekki alveg ganga upp af því að myndin yrði of einhæf í fyrsta lagi og þeir verða aldrei ónægir, þeir er alltaf bara svona, já, ég á við siðblindu að stríða og það hefur eiginlega bara reynst mér mjög vel í stjórnmálum að auðvelt að ljúga og svona fá ekki sektarkennd, sofna á nóttinni þegar ég er búin að engaveða eitthvað til vina minna og þeir eru búin að, þú veist, þetta er svona einum og veinhæft, þetta verður bara sama sagan aftur og aftur og aftur. Já, þetta er kannski svona 5 mínútna mynd. Já, nákvæmlega, ég er bara mjög sáttur. Já, þetta er þannig sko, en heldur að vera hægt að gera svona myndum stjórnmálamenn þar sem þeir myndu viðurkenna sína bresti? Já, það er nú allt hægt sko. Ég reyndar, þetta er eiginlega, nú er ég komið með góða hugmynd og þetta þarf að ráðast í þetta verkefni. Bara Karolína Fönd. Þú hefur hann að 63 sko. Já, nákvæmlega. Þetta getur gerið betra, það ekki verið. Út til rappla úr því sko. Já, það væri flott sko. Það væri sniðut. Mjög hratt klift. Já, ég myndi gera það. En þegar þú myndist á Sigrid áðan, þá svona tryggaður Asperger í mér og ég frá stað og fekk svona kast. En af því þú varst að tala um, þannig að við glemdum að tala um hina sjálfshjálparbækurnar, hver eru svona uppáhalds sjálfshjálparbækurnar þínar? Sko, það náttúrulega er önnur sko, hún heitir Ask and It's Given, það er svona alveg að sama á Sigrid, nema mér sko svona eiginlega svona íktari sko. Já. Þú veist, hún fer nánar út í að hvað þú átt að gera til að fá allt sem hún vilt. Þú veist, hún svona, já, hún fer dýpur á þetta. Og svo er önnur eftir sama, þetta er sko hérna Abram and Hicks eitthvað, Esther and Abram eitthvað rosalega væmilið, hjón sem að skrifa þessar bækur. Það er til alveg nokkra í þessari seríu sko, ég á þetta, allt saman. Svo á ég alveg mjög grillaðar svona bækur sem eru eitthvað svona channeling through the soul eða eitthvað svona þar sem þú átt eiginlega að vera bara einhvern veginn að reyna að ná sambandi við einhverja anda og engla og alls konar sko. Þannig að ég er með alla variationir sko. Já. Bara, já, ég ætla að fara að opna bókassa. Mér er alltaf svolítið langt að skrifa sjálfshjálparbók. Já. Ef þú myndir skrifa sjálfshjálparbók, hvað myndi hún heita? Fokkið ykkur. Nei, ég veit það ekki alveg. Ég held að ég myndi bara skrifa bókum. Bara, þú veist, ef þér finnst þetta, þá ertu fíbl. Hættu að finnast þetta. Ef þér finnst þetta, þá ertu líka fíbl. Þú veist, ég held að ég bara allt svona.
Ég enda með hérna góða hugmynd að sjálfshjálpa bók fyrir blinda. Já. Það væri náttúrulega bara bók með engu á blaðsíðunum. Ok, hvernig á hún að hjálpa þeim? Já, þið geta flett. Af því það er svo gaman að fletta. Já, geta flett í bókum. Það er svo náttúrulega þægilegt. Já. Þú veist að þetta er blindrareitur. Ég veit það. Já. En þú veist, þetta er svona hin hliðin á því. Þú veist, þeir verða að sitja sama borð og hinir. Þetta er svona hugleiðslu bók fyrir blinda. Já. Það er engir stafir. Þannig að þeir fletta bara gegnum bókina og tæma hugan. Þetta er náttúrulega mjög skapandi. Þú bara býrð til þína eigin sögu þegar þú flettir bókinni. Já, nákvæmlega. Kannski líka bara gæti átt alveg vel við bara fólk, sjáandi fólk, sko. Já, reyndar. Svona pælir í það, stærri markhópur. Það er rétt. Þetta er eiginlega bara svona eins og stílabók, er það ekki? Jú, þetta er eins og stílabók, sko, og flettir henni bara og býrð til þína sögu. Þú getur jafnvel verið mjög skapandi og verið með, sko, diktafón við liðina. Já, ég bara penna og skrifa sögun í bókina, sko. Já, það. Og svo selur við þessa bók gegnum píramídasölu. Já, einmitt. Keðjubref líka. Þá fyrst verður þú ríkur. Eða þið geti, búið til keðjubref að þú skrifa eina blaðsíðu, svo næsti skrifa eina blaðsíðu og svo er þið komið með einhverja þvælu. Einhvern tíma tókum við inn og þátt í svona þvælu við skrifuðum sko línu á Facebook og byggum til svona sögu, maður settir þessu. Ég hef oft gert þetta. Línu, ég hef oft gert þetta. Svo kom næsti og gerði næstu línu og úr þessu varð mjög skrítin saga. Já, ég gerði þetta oft og hérna sumir vinir mín voru fyndnir og sumir svolítið minna. Já, hverju voru fyndnastir? Ég man þetta ekki. Ég vil eitthvað þurfti ég alltaf að svona rétta söguna af svo hún fær ekki út allt, svo hún heldur svona mínimalískum þræði að minnskosti. Já, þetta er svona svolítið eins og kommentakerfin. Já, ég þarf að fletta sig upp en ég gerði það stundum bara spunasagan mikla og svo byrjaði svona eina setningu einu sinni maður sem að steig út úr húsinu sín og fattaði að og svo ger ég bara svona punktur og þá byrjaði einhver annar. Ég er reynda með ágættir hugmynd aðra að það er að búa til sko svona sögu úr kommentakerfunum, taka setningar raðin saman í einu sögu. Óli Gneisti geti gert það sem að bjóti spil. Já, hann gerði nú spili þetta. Ég er endur ekki búin að prófa, er það ekki skemmtilegt? Já, Rökkvi er búin að prófa það. Ég er ekki búin að prófa að spila það en ég er búin að lesa í gegnum það og mér var skemmt. Við prófum það hérna í beinarindar aðeins að leika okkur með það. Já. Það var mjög skemmtilegt. Ég held samt að ég eigi ekkert kommentarn og ég er mjög móðgæður af því að ég hef lengi verið virkur í athugasemdum. Ég heyrði einu sinni verið að segja sko eitthvað svona, hvað finnst þér mest óþolandi fólkið í samfélaginu, veist, eitthvað það. Það er svona gráhærið meðaldra kallar sem eru virkir athugasemdum, það er ég. Ég reyndar hérna vill breyta þessu virkir athugasemdum í argir í athugasemdum. Já, það sé miklu betra sko. Já. Það er ábetur við. Það er ef þú notar núna þessi nýju íkon í Facebook sem er með svona reitt andlit, reiður broskallana, þá verður reiður í athugasemdum. Já, þetta hefur auðveldað mjög mikið þessi nýju kallar. Núna það maður ekki alltaf að skrifa ha og eitthvað. Og nú getur maður að læka sko það sem maður myndi annars ekki læka með að vera reiður sko. Já, af því að þú veist, maður kannski vill ekki læka eitthvað rosalega neikvætt sko. Já. Og nú getur maður verið reiður. Það svipaði eins og þú veist, Jón er dáinn og þá kemur ykkur að gera like. Nei, einmitt, það einhvern veginn er ekki það hljómar ekki mjög vel sko. Þú veist, ég hef oft bara slepptið að læka mjög margt út af sko, það einmitt svona hlutum sko, þannig að núna líður mér tölvöld betur. Já. En það var einhver umræður einmitt þetta því að hérna menn voru að pæli að setja svona like taka og svo unlike taka en það var hægt við unlike taka vegna þess að það gat orðið til þess að það einelti. Já, skapa illvild og svona á Facebook vinir að hætta að vera vinir á Facebook af því einhver unlike að statusinu. Já, það var sko dislike. Já. Það sem þeir ætlaði að setja held ég. Já, það hefði getið verið leðilegt. Já, þú veist menn hefði getið tekið sér saman við hefði getið tekið okkur saman hérna og alltaf gert unlike að Rökkva allt sem það segir. Já. Menna, þetta er svona samfélagslegt svona form einhvern veginn sem að við erum komin í með þetta að þetta er svona bara annað samfélag maður segja. Það eru kommentarkerfin. Netið náttúrulega hefur breytt svo mörg og eiginlega mann hryllilega bara við það að unglingar séu á internetinu bara á svo mörgum ástæðum að þú veist mér er rosalega gott sko með hvað ég klúðraði ógeðslega miklum mörgum hlutum í mínu lífi þegar ég var unglingur og jafnvel lengur að þú veist, internetið var ekki til eða allavega ekki jafn stórt þá að þetta var ekki alveg svona jafn, þetta var svona aðeins svona minna í sniðum allt ruglið sko. Ég sá mynd stöðu uppfærslu á Facebook, það var einn faðir sem var ekki ánægð með það hvað börnina var að hanga mikið á netinu svo hann sagði við þau ég fer að klippa bráðum á netið hjá okkur, snúruna þá hlóðu þau og sögðu ha það er þráðlaust
þá sagði hann, mér finnst ég orðinn gamall. Það spurning hvaða þráð hann ætlaði að klippa á, hvort hann ætlaði að klippa á tenginguna við þráðlösa ráturinn eða hvort hann ætlaði að klippa snúru sem að, Já, þetta er nefnilega máli sko, svo þróunin svo hröð í þessu, það alls konar breytingar. Hvernig sjáu þið til dæmis svona, ætlaðu að koma eitthvað annað í staðinn fyrir kommentakerfi, ætlaðu að geta sett inn vídeokomment til dæmis? Já, okkur ekki. Jú, líklega, ég meina Snapchat er náttúrulega, þú veist, það er náttúrulega núna orðið alveg rosalega stórt, það er lítur að taka það eitthvað lengra. Já, ég meina, þú veist, sjáu þetta ekki fyrir ykkur vídeo af öllum þessum kommenturum sem er að öskra. Það er ennþá skemmtilegra. Já, þegar fólk kemst upp á læg. Við þurfum eiginlega alveg sér þátt til að tala rugl internetsins. Já, reyndar. Bara alveg frá byrjun og í endan. Og fá til okkar svona einhverja svona kommentara. Já, líka bara margt sem hefur gerst á netinu er bara efni í heilan þátt fyrir sig. Eins og ef þú talar net einelti þá er karakter sem að kallar Chris Chan á netinu og það þarf eiginlega bara heilan þátt þennan mann, það mætti gera í rauninni bók og heimildamynd hann og ruglið bara sem netið býður upp á í því samhengi að eins og til dæmis í gamla dagar var einhver þorpsfíbl kannski og það vissi allir hver hann var og hann var kannski kallaður Palli Skrýtni eða eitthvað þú veist, á Húsavík eða eitthvað en í dag gæti Palli Skrýtni verið einhver sem að sko milljónir manna er að fylgjast með og leggja í einelti á internetinu akkurat. Þannig að þetta er í rauninni svolítið sagan af þessum Chris Chan sem við viljum ekki að fara of djúpt í núna en internetið hefur boðið upp alls konar svona hluti og líka að fólk sem að í rauninni myndi aldrei kannski komast í sjónvarp eða svona hefðbundna miðla geti allt í einu orðið heimsfrægt sem bara að tala við, þú veist, sjálfsig í rauninni í myndavél og setja það út og þetta er ekkert endilega eitthvað sem að hefði nokkuð tímann komist í gegnum einhverja svona pröfur fyrir að verða leikari eða útvarsmaður eða Nei, nákvæmlega, það er einhvern veginn, geta allir einhvern veginn eða þeir eru bara nógu snjallir, prómotur að sig Já, bara ef þeir eru einhvern veginn áhugaverðir Við höfum svona nýja tegund af stjörnum, það eru YouTube stjörnur, það eru Snapchat stjörnur Já Þetta er svona annar heimur, þetta er svona eins og fyrst voru bara leikarar og syngarar, nú er það uppistandarar og svo er það Snapchatarar Já, svo komið bloggarar sko, þeir eru illa svona Þetta er svona nýja kynslóð Já, það nennir ekki að lesa eitthvað sem einhver skrifaði, skilur, þetta er vídeobloggar eða nýja bloggið sko og í rauninni það er mjög dettur allavega í hug eitt sem að hefur orðið frægur í gegnum svona að vera í vídeobloggar á Íslandi, Maggi Mix Já, reynda það Nákvæmlega, þannig að Já, hann er bráskemmtilegur Já, sko, krakkunum mínum finnst það sko og finnst hann alltaf jafn skemmtilegur sko þannig að ég þarf að horfa alltaf mikið á En það sem er mjög jákvætt með Magga Mix er að hann fær eiginlega bara mjög jákvæð viðbrögð að það gæti alveg verið einhver annar sem hefði kannski verið svipaður og hann en aðeins fallið ykkur aðra átt og lendi í bara brjáluðu einelti Já, algjörlega, nei, þetta er eins og hvað heitir kötturinn hana? Kötturinn? Það er hvað heitir þetta? Klárasti köttur í heiminn? Nei, hvað heitir þetta? Sem hann er með, Maggi Mix lagið þarna Ég er glaðasti hundur í heimi Já, nei, hann gerir glaðasti köttur í heimi Það er ógeðslega fyndið og hann syngur það svo skemmtilega falskt að það er list Maggi Mix hefur einhvern svona glaðan sjarma og hann er alltaf rosalega jákvæður en ef að Maggi Mix væri kannski aðeins öðrukarakter ef hann væri kannski svolítið svona reyður bitur eða eitthvað svoleiðis og þá gæti einmitt hann hafa lent svona eitthvað sem Já, en þarna náttúrulega ertu komið bara í hring sko þetta er bara the secret sko Já, að trúa sjálf á sig Já, ég meina hann er bara með jákvæð orku og hann er bara að setja út jákvæð orku og þá fær hann jákvæð orku tilbaka það er the secret sko Það er nú ekki bara það Jú, segjum við það Hann er líka skemmtilegur Já, hann er skemmtilegur Ég reyndar held ég að bara að horta á þetta glaðasti köttur í heimi alveg svona En muni eftir, að því að tala um þetta muni eftir, það er náttúrulega idol þættir sem voru mjög svona það kom svona misgóðir karakterar út af þeim þáttum það var eitt sem var alveg sérstaklega frægur William Hung, munið þetta honum Já þessi Já, sem var svo skemmtilega falskur hann var eiginlega góður Já, það gefur út plata með honum Já, og hann var eiginlega meiri stjarna heldur sem vann í keppninni Já sem er svolítið merkilegt sko Þekki allir William Hung nafni og þekkir engin nafni af þeim sem vann ég hugmyndu hver það var Nei, engin hugmyndu það sko en hann einhvern veginn hann var svo einlægur og ég held að það skipti máli Já, það gerir það eins og Maggi Mix, hann er mjög einlægur Já, það er rétt Þetta er alltaf bara að fella grímuna vera bara maður sjálfur Já, og þetta skiptir öllu máli En Christian,
þau veitum náttúrulega ekki hver hann er, það líka einstaklingur sem mjög einlægur en hann bara svo rotin persóna hann gerir bara verra. Já, ég náttúrulega bara veit ekki hver þetta er. Nei, ég þarf það veit enginn á Íslandi hver hann er, en ég þarf alveg heilan þátt til að fjalla með hann karakter. Já, ok. Og hann er svona náungi, eins og ég segi, hann hefði bara verið þorpsfíbl, ég vil ekki það, bara hann hefði bara verið bjáni í kjallaranum hjá mömmu svona pappa, en af því að internetið er til, þá var hann heimsfrægur og er sennilega í rauninni stærsta dæmi allra tíma netinelti. Já. Okay. Hann er rosalegt dæmi, ég hef engan veginn tíma til að rekja allt bullið að hann hafði eiginlega alla verstu kosti sem getur hugsaðar til þess að lenda í neteinelti og ekki foreldra sem að föttu að stoppa þetta og saga hans er í rauninni alveg ótrúlega mögnuð, sorgleg og stundum fyndin en maður hefur ekki samvisku. Já, ok. Þannig að en það er efni fyrir hann þátt. En hvernig að því nú þekkið þú aðeins til hann greinilega, hvernig hefur hann tekið þessu einhelti? Hann er bara ónýtur, greið strákurinn, það er bara ekkert annað að segja. Hann var náttúrulega, hann var plataður alveg ítrekkað aftur og vídeo af því á netinu hvað hann gerði einhverja vitleysu og allt opinbert, skilur við. Já, ég meina þegar þú hefur ákveðna svona ókosti og það er ekki einhver sem hefur vit fyrir þér sem að foreldrar hans átt að hafa og þú ert á netinu alltaf að setja eitthvað út og lærir ekkert af reynslunni, þá náttúrulega bara getur einhver sorgarsaga gert eins og þessi, hún er of löng til að rekja í þættinum, hann hefur gert svo mikið vitlis, hann var svo oft platarung sem þóttist vera stelpa sem verið hrifin á honum og eitthvað svona, og þú veist, ómerkilegt en já þetta er sorgleg saga. Já, það versta er að ef hann hefði bara haft smá vit þá hefði hann kannski getað grætt peninga á þessu. Ef hann hefði bara stofnað getur hann reyndar enn, ég veit það, ef hann myndi skrifa sögu sín og selja hana jafnvel, af því að sko saga þessa manns væri alveg bara eitthvað fyrir sko sálfræðinga að skrifa sko mastersritgerðir Já, því að sko hvernig viðbrögð samfélagsins eru við honum. Já, og bara af hverju er það verið honum en ekki hinum? Hvernig svona stórt einelti á einhvern sem er ekki neitt er mögulegt. Maður skilur kannski einelti á einhvern sem er, þú veist, segjum Justin Bieber eða eitthvað. Hann er náttúrulega meira vinsæll en það eru margir sem hata hann, en hann er, þú veist, fræg persóna því að hann er söngvari og eitthvað svoleiðis, tónlistarmaður. En rosalegt svona bara neteinelti á heimsmæli kvarða á einhvern sem er í rauninni bara engin. Er ótrúlegt fyrirbæri sem maður gat aldrei gerst áður. Já, svo kannski líka það að þeir sem eru þekktir og láta eiginlega svona horfeil ekkert á þessar úrtöluratir sko. Já. Kannski er það bara ekkert nógu gott að þeir séu ekkert að taka á því. Þeir þurfa bara að hjóla í það fólk sem er að leggja á einelti og segja bara hingað ekki lengra. Ég veit það ekki. Það er bara ágætis pælinga baka það, vegna þess að sko á okkur að finnast bara í lagi að láta svona. Skilur við? Mér finnst bara svo margir að tala um einelti þess að það er ekkert einelti í gangi. Bara einhver sagði Bubbi Mortens er ömurlegur eða eitthvað. Óþolandi hvað hann er leðilegur eitthvað. Er það einelti? Já, svo náttúrulega spurning hvað er einelti, það er kannski allir verið að tala um að þessi vil læri einelti stöðugt, of notað orð sko. Já, það má alveg. Við erum alveg búin að drepa niður stemningu. Þetta er alltaf svona þungt hérna. Já, nákvæmlega. Nei, við gerum bara grína þessu. Það er bara þannig. En þú ert líka uppistandari. Já, ég hef svona allavega svona aðeins. Þú verður svona að segja okkur eitthvað smá að því svona áður við hættum. Já. Já, ég bara fór út í þetta bara einhvern veginn fyrir tilviljun. Ég einhvern veginn var alltaf búin að tala um það að væri nú gaman að vera með uppistand og einhvern veginn, já, svona var stundar rosa mikið uppistandsklubbana þegar ég bjó úti í Montreal og var búin að fara oft sko og svo vinkonu mín einmitt sem að Sigurbjörg sem er samstarfskona mín í Ekta Íslandi, hún var að skipuleggja svona styrta tónleika. Já. Og þetta er svona, já, 3 ár síðan líklega að verða og hún sagði eitthvað svona, já, heyrðu, ert þú ekki bara til í að vera með smá uppistand og ég held þetta væri eitthvað svona pínulitli tónleikar og ég sagði eitthvað, heyrðu, jú, ég slæði bara til byrjaði að gera eitthvað, 5 dögum áður en þetta var og og svo náttúrulega frétti ég að Logi Bergmann var í kynnir og þú veist, það var svona alls konar atriði og þá var þetta einhvern veginn. En það var ekkert aftur snúið, ég bara, einhvern veginn, við gekk ágætlega og ég bara, maður fær bakteríuna eins og rökkvi, veit náttúrulega. Já, þetta bara flæðir og þetta er ekkert stoppað, sko. Nei, þetta er... Ég sé rökkva fyrir mig, sko, þegar hann er svona erðalaus heima þessir,
að þá bara, nú verð ég að segja eitthvað og stendur upp á stól heima sér og bara þrumar yfir konunni sinni, alls konar brandara. Það er ekki alveg þannig en þetta var mjög nálægt. Ég byrja meira bara svona, nú byrja ég bara að fara í gang og svo bara get ég ekki stoppa mig og ég byrja bara og byrja að predika eins og presturinn frá Uganda þarna sem homahatarinn, eða ég fyrir að leika eitthvað karakter, þú veist, ég fyrir að leika Clay Davis úr The Wire eða eitthvað og hérna þá hún öskrar á mér eitthvað, þú ert ekki feitur svertingi, hættu þessu þú verður aldrei feitur svertingi sama hvað þú, já en mér langar að vera feitur svertingi má segja svertingi já, þetta svona en þáttur flæðiskerið, hann vist á endarinnin. Já, mér langar bara að segja eitt svona í lokin, takk kærlega fyrir að fá mig í þáttinn og mér langar bara að biðja allar sem að hafa áhuga á að kíkja á YouTube og googla Fellum grímuna, það er hægt að sjá trailerinn á myndinni og Facebook síðan okkar Ekta Ísland, það má gerna læka hana líka, að því að síðan erum við að fara í gang með að sína myndina á fleiri stöðum, þannig að bara takk innilega fyrir. Endilega fylgjast með þessu og við verðum að fá að vita hvað er verið að sína hana Já, það er ekkert komin eitt sagt, hún var á skjá einum daginn, hún er búin að vera á stöð 2 en svo erum við, allir næsta skref sé ekki að fara að setja hérna á neti bara, þannig að allir geti sé. Já, við bara hvetjum ykkur til að aðtóa það að gera. En jú, ertu með lagið sem ég baði Ég ætlaði að spila það, við erum vist konið svo langt fram við tíman þannig að já, ok, ég skal finna það Já, ég ákvaða að velja smá lag fyrir loka þáttinn af því mér fannst það bara að vera viðjandi. Loka þáttinn? Nei, fyrir lokin á þættinu. Ég bara, býttu, er þetta síðast í þátturinn nú? Nei, við erum nú búin að reyna að ljúga því áður að ég sé hættur. Það veit hvað ekki alveg. Já, ég er svona eins og stjórnmálmenn, ég segi ekki af mér fyrir henni fulla nefana, sko. Já, eða Sálans Jónsmís sem alltaf með síðasta ball. Með hverju er þetta lag annars? Þetta efsta sem að þú ert með núna. Já. Ítt á play. Það skulum bara heyra það hér. Þetta er lag sem að mér fannst bara eiga við í dag. Já, gjör þess vel.